Vatnsverndarsvæði Þorlákshafnar gæti stafað hætta af þungaflutningum við vatnsverksmiðju í Ölfusi að mati verkefnastjóra hjá Orkustofnun. Vatnsverndarsvæði Þorlákshafnar gæti stafað hætta af þungaflutningum við vatnsverksmiðju að Hlíðarenda í Ölfusi, segir verkefnastjóri hjá Orkustofnun. Fulltrúi minnihlutans gagnrýnir að sveitarfélagið hafi eytt milljónum í framkvæmdir á svæðinu fyrir þetta fyrirtæki. Fyrsta skóflustungan af verksmiðjunni var tekin í ágúst í fyrra. Jón Ólafsson, stjórnarformaður fyrirtækisins, sagði við það tækifæri hann vænti þess að verksmiðjan yrði vísir að því að Ölfus yrði fyrsta græna sveitarfélag landsins. 8 mánuðum síðar úrskurðaði umhverfisráðuneytið að framkvæmdin þyrfti að fara í umhverfismat. Verkefnisstjóri hjá Orkustofnun segir ýmsum spurningum ósvarað. Mesta hættan náttúrulega fólgin í beinlínis olíuslysi að flutningabíll velti og það fari mikið af olíu niður í grunnvatn og fari síðan inn á vatnsverndarsvæði og í versta falli streymi til vatnsbóla Þorlákshafnar. Kristinn segir möguleika á að aflétta vatnsvernda á svæðinu en við það myndu vatnsból Þorlákshafnar skerðast. Í versta falli þá náttúrulega gæti farið svo en þess vegna fyllilega ástæða til að skoða betur þessu umhverfisáhrif. Það eru fleiri sem hafa gert athugasemdir en minnihluti bæjarstjórnar Ölfus gagnrýndi harðlega þegar meirihlutinn seldi fyrirtækinu Icelandic Water Holding jörðina Hlíðarenda í júní 2006 á 100 milljónir króna. Gagnrýnt var að greiðslunni var frestað 5 ár. Upphæðin var vísitölutryggð en án vaxta. Þá var gagnrýnt að lóðin sem eitt stærsta vatnslindarsvæði í Evrópu hafi verið seld allt of lágu verði. Fulltrúi minnihlutans gagnrýnir enn fremur að sveitarfélagið hafi látið bora borholur á landinu fyrir fyrirtækið. Sveitarfélagið kemur ekki til með að selja vatnana þar sem þetta eigna landaræða hjá þessu fyrirtæki. Það voru reikningur upp á einhverjar, mann ekki tölum nákvæmlega, 7 milljónir þannig að sveitarfélagið er ekki búið að hafa útgjöld upp á 10 milljónir af þessari uppbyggingu.